ánægilegt að vera með ykkur hérna. Nú fikk tími til þess að fá sér kaffi og svona, stuttbifröðin. Græja þetta svo ég lítið betur út í vídeóinu hjá þarna. Sé ekki að þvælast fyrir mér. Herri, já, ég heiti Birgir Finnsson, ég varaslökkvilistjóri hjá Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins og ég ætla að segja ykkur frá 60% Brunnamanns Guðmundar, stóru súlunni, línuritinu hans. Hann kom inn á það að það hefði verið 3 brunar hjá okkur sem hefðu staðið upp úr á síðasta ári og hjá okkur var það nú eiginlega bara einn, það er Skeifan, en þess að hinir svona féllu í skuggan, en bruninn í Hvalasafninu var samt dálítið sérstakur af því það var kallað upp í kallkerfi slökkviliðsins að það væri eldur í Hval hér á Granda og menn svona veltu því aðeins fyrir sér hvaða hérna búnað og tæki þeir ætti að taka með, hvalskurðartæki eða hvernig þeir ætti að meðhöndla þetta, en svo kom nú ljós að hvalurinn var innanhús. Þannig að þá var ákveðið að hafa slökkubíla, þannig að það var náttúrulega slökkt í húsinu ef eldurinn færi úr hvalnum í húsið. En í raun og veru var það þannig, og eins og Guðmundur kom inn á þá fór ekkert mikið fyrir þessum bruna vegna þess að hvalurinn sem búið til úr einhverju sílikoni einhvers staðar í Kína og eða svamp og sílikon utan á til þess að vera hvalslíki og mjög líkur hval, hann í raun og veru bara hvarf. Þegar við komum inn og fórum að slökkva þá voru bara einhverjar leifar á honum og gert mjög fljótt hjá okkur, þanniglega séð. En náttúrulega rosalegt tjón inni í safninu. Þetta var síðasti hvalurinn sem var verið að setja upp. Náttúrulega auðvitað að menn var alveg að klára þetta þegar það þyrfti að kvikna í. Og við vorum í smá vandræðum með að reykræsta, koma reyknum út til þess að reyna að koma í veg fyrir þá frekara reyktjón. Og þegar við erum svona að byrja á því, þá spyr ég þarna mann sem frá fyrirtækinu hvort það sé ekki reyklúgur á þakinu. Og hann segir nei, en það eru reyklúgur hér, sagði hann og benti þá á svona gámastæðu sem stóð á planinu og þar voru svona kassar með reyklúgunum sem átti að setja upp á þakið. Þannig að þær virkuðu ekki alveg sem skyldi eins og þær voru settar þarna. En þetta var sem sagt bruninn, já, í Hvalnum. En Skeifan, það er sem sagt þarna 7. júlí. Ég fer aðeins í gegnum, ég með nokkur myndbönd að þessu. Þetta var náttúrulega mjög, svo kom fram í áramótaskaupinu, þetta var svona þemað í áramótaskaupinu, kom svona reglulega og með þess að endaði áramótaskaupi á lagi sem tekið upp í rústum Skeifunnar og með þess að slökkviliðsmenn sem dönsuðu þar með í atriðinu. Ég veit ekki af hverju, en þeir sáust voða lítið, en það var ekki beðið að menn væri einhver sérstakir dansar, það sendir einhverjir vígalegir í galla. Þannig að, en þetta var sem sagt, og þarna voru drónar og hitt og þetta, þannig að við sjáum þetta mjög vel. En svona örstutt húsin sjálf, þið þekki nú öll þessi hús, flestir sem hafa nú komið þarna eitthvað. Þessar lágu byggingar sem voru, þetta voru byggðir sem iðngarar, ég skilst að þetta hafi nú verið bara einhver staðar svona vel fyrir utan byggð þegar þetta byggt á sínum tíma, 66 og 7. Minnum mig að þessi iðngarnar séu byggðir og þessar 4 einingar á þeim. Og ekki verið einhversu geisli á þessu. Það virkar ekki. Á sínum tíma þegar þetta teiknað, þá eru teiknaðar svona byggingar hér, sem sagt fyrir framann, en heldur lægri og aðeins öðruvísi heldur en síðan voru byggðar, en þær komið miklu seinna. Það um 82-3 sem að menn eru að taka og byggja þær og taka þær í notkun. Og þá þær færaðar aðeins frá iðngörunum og eldri byggingunum og byggðar aðeins stærri heldur en upphaflega var áætlað. Og það gerir það meðal annars að verkum að við byggja hér svona einhverja millibyggingu hér sem við sjáum svo betur og eftir. Og þá sett hérna sprinkler utan á, þarna á þessum húsum. Þá rör hér sem kemur síðan þannig að slökkvilið á að geta tengt sig inn til þess að verja þessi hús eða skyldi kvikna í hinum. Aðeins svona með skiptinguna. Svona. Nú í upphæði var þetta náttúrulega að þessar einingar voru bara þessar 4
En síðan fer þetta svona að taka breytingum, Fönn stækkar við sig hér út í þessa hér. Hér var, eins og var Örninn, hann var með þá, kom hérna inn, var með verkstæðið sitt hér og verslun hérna. Svo breytist þetta síðasta breytingi sem gerð, verður rekstrarand kemur hér og með lager hér, stilling, verslunin Víðir, Griffill kemur hér inn og svo eru hér skrifstofur, Rafiðnaðarskólinn sem hét það einu sinni, veitingahús og hér og niðri og hitt og þetta. Kemur hér inn og það var kjallari undir þessu líka. Þannig að þetta eru svona svolítið komplex sem að búið að bæta svolítið við og breyta. Ég ætla að sýna ykkur hérna aðeins úr öryggismyndbandi frá Myllunni og ég ætla að fá þetta á play. Það sem sagt fyrstu boð til Securitas koma 7 mínútur yfir 8. Á sunnudagskvöldi, fallegt veður, góð helgi, rólegt að gera hjá okkur. En þarna 7 mínútur yfir að þá fara þeir og þið sjáið Securitas nú bara hér, aðal byggingi þeirra. Þannig að þeir eru fljótir að skokka hér yfir og einhver mannskapur í húsi. Þannig að fyrst að fara þarna bara út og þarna 1,5–2 mínútum seinna, sér þá engan reyk fyrir utan húsið. Svona cirka 2 mínútum seinna kemur annar sem með lykil og þeir opna og fara hér inn hurð þar sem þeir eru með aðgang hér og þá sem sagt sjá þeir að það reykur inn í Fönn svona fyrir innan, ekki í afgreiðslunni eða hér sem í þessari 3 hæða byggingu, heldur þar fyrir innan. Þeir fara síðan út og hérna sjá það að þetta það mikill reykur að þeir ætla ekki að fara inn og gera neitt og heldur loka og skynsamlegt á þeim. Og síðan bara gerist þetta þannig að allt í einu fara að sjá reyk og við sjáum hann hér á myndavélni. Við fáum boðin 16 mínútur yfir 8 og fyrsti bíll rétt rúmar 5 mínútur þangað til að við förum að sjá hann hérna inn á myndbandinu. En svona aðeins til þess að gera sig grein fyrir bara hvernig þetta hérna þróast. Það láta þetta rúlla aðeins. Hvað kom með brunabóðin? Sem sagt 7 mínútur yfir 8. Samkvæmt skránni frá Securitas ára 7 mínútur yfir og við fáum boðin 16 mínútur yfir. Og þið sjáuð þarna bara, þetta bara frá því að við fórum að sjá einhvern smá reyk, þetta bara einhverja mínútur og alla það. Og hér sjáuð hvernig hann komin hér að framan. Og þarna sjáuð þið sem sagt fyrsta slökkvibílinn frá okkur sem kemur frá Skógahlíð. Hann sem sagt hann fær boðinn þarna 16 mínútur yfir, eru þeir kallaðir út í bíl og eru rétt rúmar 5 mínútur á staðinn. Og þá lítur þetta svona út. Og það var svona aðeins þegar við vorum að fara í gegnum þetta, við varum svona að velta fyrir sig hvað við segjum sko að þegar fyrsti varsturinn kemur á staðinn þá hann að gefa skýrslu tilbaka til stöðvar og láta svona vita hvernig hérna staðan Oft þetta menn að koma og segja já við sjáum ekkert eða hér reykur út glugga á 3. hæð, förum í reykun og menn hafa svona aðeins verið að velta fyrir sér sko, hvað segir maður þegar maður í svona tilfelli. En hann gaf skýrslu töluvert áður en hann kom á staðina því að hann sá strax að það var mikill reykur og hann biður rétt í raun og veru þegar hann að beygja hér niður gatnamótin fyrir ofan. Rétt á hann við sjáum hann í mynd að þá kallar hann og segir þetta greinilega mjög mikið hringið út stóra útryggingu sem þýðir að það hringt út allt slökkvilið höfuðborgarsvæðisins. Það eru allar 3 stöðvar á leiðinni, Skógahlíð, Hafnarfjörður, Tunguháls, allur mannskapur sem á vakt. En hann sem sagt biður stóra útryggingu áður en hann kemur á staðinn, hann bara sér þetta strax að hér eitthvað mikið að fara að gerast. Og svo veltur maður líka fyrir sig hvernig byrja maður slökkvistarf þegar maður kemur á einum bíl með 4 menn og 2 sjúkrabílar eftir. Og hann tekur það ákvörðun og hann ákvörður bara, við keyrðu hringinn. Bara til þess að sjá mér
hvar eigum að byrja, hvar eigum að setja okkur niður. Þannig að hann ákveður að meta það aðeins betur áður en að stoppar og sem alveg hárrétt. Og þarna sjáum við aðeins hvernig svona umferðin fer að þyngjast líka, skyndilega, og fer að aukast þarna. Ég er nú ekki með það hér en við eigum myndir sem kemur seinna í vídeónu þegar við erum að reyna að komast og tengja þennan bruna hana sem hérna. Og það ansi skrautlega hvernig menn fara sitt hvoru megin fram hjá slökkubílnum til þess að reyna að komast nær eldinum. En svona lítur þetta út, samkvæmt klukku norðurhljóðs, þá var þetta cirka 20:29 og svona lítur meira út eins og reynilega bara eins og eldgos heldur en bruni. Það sér hér þessi þriggja hús hér og innbyggingarnar hér fyrir aftan. En ég sem sagt fæ tilkynninguna, sem fæ þessa útryggingu sem gerist á þarna eitthvað svona 14-15 mínútur yfir og fer að heiman og sé bara náttúrulega strax, ég fer strax að spá hver þremillin sé þarna, sko, hvaða hús þetta sé, ég menn þetta hljóti þetta eitthvað undarlegt þess að reykurinn náttúrulega sást alla borg og sem fæ strax að vita að þetta stór útrygging og greinilega þetta mikið. Ég svona tölur að stunda átta mig í hvaða húsum þetta hérna sé. Nú, þá aðeins til þess að sýna ykkur hér, þá það þannig að þarna stoppar maður sem með drónan í bílnum og þau eru saman hjónin, keyra, og hann segir, nei, sjáðu þetta og stekkur út, tekur drónan og fer að mynda. Ég held að það hefði 2 tímum seinna þegar ég tala við hann og þá segist hann vera að vera rafhlöðlaus og ég spyr hann hvort hann getur rétta rafhlöð. Já, ég sendi konuna, hún í bílnum. Þannig að hún satt í bílnum allan tíman. En hann hjálpaði okkur töluvert, flaug þarna yfir og við prentuðum út myndir frá honum sem hann og lögregluþjónn fóru og fengu að fara í eitthvað fyrirtæki og prenta út. Þannig að við gátum dreift myndir af eldstanum til að sýna þeim sem voru þar að stjórna. Og þetta ansi snemma í ferlinu vegna þess að þarna við erum sko komnir. Fyrsti bíllinn, hann keyrir hér hringinn og hann tekur ákvörðun, hann sér þessar lágu byggingar, þessi mikli eldur þar, ekki kominn hér í stóru byggingarnar og tekur þá ákvörðun að fara hér að framan og reyna að verja þessar byggingar. Þetta bara þannig þarna að ráðast á þennan eld, við höfum ekkert afl í það. Við erum bara að koma þarna, við erum að reyna að koma í veg fyrir þá að hann breiðist meira út. Og þeir eru bara að byrja hér svona að opna skápa og byrja að draga út slöngur. Þetta mjög snemma, þetta örugglega, við erum að koma þarna cirka 16 mínútur yfir, við erum að tala þarna kannski eitthvað 17-18. Og þið sjáu bara hvernig eldurinn hér, sjáu hvernig hann farin að fara hér í, þetta fönn hérna. Og hann kominn hér í, og þið sjáu hvernig hann byrja að rjúka hér úr lagerum hjá rekstrarlandi. Fönn nær hér svona. Og þetta rekstrarland og þið sjáu hvað að púffa þarna. Hann bara, eldurinn bara kominn yfir í rekstrarland og slökkviliðið við erum nýkomnir á staðinn, við erum komin með fönn, við erum komin með rekstrarland og við erum komin með griffil undir. Þessi 3 brunahólf. Eru þið þarna að fá að tengja sprinklerum sem utan á stóra húsum? Nei, við fórum aldrei, við notum ekki, við sprautum hér á milli. Sprinklerinn, sko í fyrsta lagi þarna, á þessum tímapunkti vissum hann ekki af honum og við notum hann síðan ekki þegar leið á. Hann var líka á öðru hús? Hann var hérna, var ekki? Já, hann var hérna til að verja lágbygginguna frá bruna í herra. Já. Ok. En þarna sjáum við að það byrja að rjúka hér líka, hérna, enda ekki skrítið, þetta náttúrulega bara ein bygging svona. Og þið sjáuð hér, þessa hvítu hér, þetta eru reyklúðurnar, eða sem á farað fyrir reykinn, og það alveg opnað hér, það var ekki vöntun á reyklosun, þegar að hitinn verður honum svo þá fer það og reykurinn að stíga þarna upp. En þannig að við erum komið með griffil hérna, við erum með fönn, hér sjáum við svolítið sem kemur við sögu seinna, hér aðal verðmætin í fönn, hér einhver gufuketill og alls konar búnaður sem við sáum hitt.
sem þeim var mjög annt ef við getum reynt að bjarga því. Fyrir utan líka við höfum áhyggjur af gufukallinum, það var ekkert að hleypa út af honum, þannig að það þurfti svona streyma í rólegheitunum, þannig að það var stór tankur hérna með þrýstinginn á, sem við vildum þá auðvitað ekki að myndi hitna mikið, þannig að við fórum að einbeita okkur á því. Annað sem að síðan kemur og er náttúrulega þrælmerkilegt, það er, þið sjáu þetta hér, verslunina Víði, þið sjáu það er annar litur hér á þakinu og öðruvísi áferð greinilega, þetta er eitthvað búið að laga þetta og vegginn hér. Og þar höfðu menn farið í ákveðnar aðgerðir þegar að Víðir flutti inn sem að gjörsamlega skiluðu sér. Nú, það var svo leiðilegt veður á 17. júní, sagði einhver, að menn urðu að nota eitthvað tækifæri og það var gott í áramótasköpunu, það hefði náttúrulega verið business hugmynd að vera mættur hérna með pylsuvagn. En við fórum strax að hafa áhyggjur af fólkinu sem var komið mjög nálægt og óskuðum eftir því við lögregluna að þeir myndu stækka svæðið sem þeir lentu svo bara í algjörum barning með því að það var hérna mikil ásókn í þetta, mikið komið af fólki og menn voru að nota allskyns leiðir. Það voru, ég hef séð vídeó þar sem að er einhver að hlaupa svona milli bíla og hann segir, best ég reyna að tróða mér hér, þá sér löggan mig ekki. Og svo hef ég séð annað vídeó þar sem að hérna, menn eru mjög nálægt og svo heyrast svona kvellir og þá heyrist svona í litlu barni, pabbi, heyrðu sprengingarnar, vá! En það er ekkert að forða sér, það er bara fjör í þessu. Þannig að á endanum þá óskaði lögreglan eftir aðstoð frá björgunarsveitunum við að aðstoða sig við lokanir. Drónin áfram og þarna er komin aðeins lengra inn í ferli. Hér eru hinar stöðvarnar komnar, hér eru körfubílarnir komnar og það er svona einn þáttur sem að við fórum yfir eftir á. Við ætlum að hér átt að byrja reisan hér en svo þegar að svona skilaboðin koma, herðu við erum ekkert að fara að eiga við þetta, að þá færum við hann hér framan og hinn hér til þess að verja einbytta okkur meira að þessum háu 3 hæða húsum. En þarna sjáum við semst að brunin er komin í rekstrarland og þetta er lagerinn hjá rekstrarlandi. Þarna voru bleiur og þvottaefni og bara alls konar hlutir, eins og nafnið gefur til kynna, sem að rekstrar aðalar þurfa og vel af honum. Þannig að hér er brunin að ná sér verulega á strik í lagernum og stendur þarna, en þið sjá eins og maður sér, þarna opnast bara, þannig að reykurinn á greiða leið út en er náttúrulega svo svakalegur að hann hérna og eldtungurnar, þið sjáu hvernig þær teygja sig, en það kviknar þarna í þakinu á Rauða húsinu. Hérna sér maður aðeins niður í þessa millibyggingu sem við höfðum svona allar áhyggjur af og fengum meðal annars hann með dróna til þess að fljúga þarna og sýna okkur aðeins hvernig ástandi væri á henni. En þarna sér maður bara hvernig eldtungurnar teygja sig og hvernig í raun og veru loga líka hér. Við sýnum ykkur betur og eftir í þakinu. Þarna erum við svona að taka stöðuna, það er verið að spá í hvort eigi að fara hérna, einhver umræða varð og endanum kemur hvort við þurfum að fara betur hér, en í raun og veru þegar að statusinu þarna og þetta er svona á þeim tímapunkti sem ég kem þarna og Björn Björnsson sem var bakvaktamaður, þetta sé ekki við sem erum að mappa hér. Við sýnist það, allavega sýnst þetta Ría hér sem er að labba tilbaka. Þar tökum við bara ákvörðun og við segjum í raun og veru, við vorum að einbeita okkur á stóru húsunum. Þetta hleypur bara hér á milli og á þeim tímapunkti reiknaði maður bara með því að þessi eining myndi fara líka. Að við þyrftum verulegt afl ef við ætlum að ná að stoppa þetta í þessum miðgarði. Einhverju þessa myndi beint frá drónanum á tölvu hjá ykkur?
Nei, það var þannig að hann með þessi dróni sem við vorum með þarna, hann bara með símann sinn, smeltan í stýrigræðina og svo horfum maður bara á símann, en við gátum, hann gat hins vegar farið með þetta, var þá minniskull í símanum, gat farið með hann inn í fyrirtæki og prentað út og hann prentaði út nokkur stykki sem ég fékk og fór svo með og lét stjórnendurna hafa hverjum á sínum húskanti og réttum stundum náttúrulega erum að fá svona teikningar eða eitthvað slíkt og við réttum og sagði, hérna sérðu eldinn og þá leit hann svona á mig og byrjuði þetta núna? Hvar fyrst þessa mynd, sko? Þetta alveg snillt þessa græjur, sko. Svo var hann náttúrulega alveg tilbúin í þetta og ekki vandamál fyrir ég spurði hann hvort hann geti verið áfram, hann geti náð á honum og flogið með mig aftur og já, alveg sjálfsagt mál og hinkraði þarna og svo fór hann að fljúga með mig og þá hringdi síminn, þá hvarf myndin í smá stund og svona, og hann að skella á og svona, þannig að þetta alveg ótrúlega tæki. Hvað voruð þið með körfubíluna? Herðu, við endum síðan með að setja körfubíl hér við kantinn hérna til þess að verja hér Hvíta húsið og hinn körfubílinn kemur hér til þess að reyna að verja þetta rauða. Hefði geta verið sko hér við endan, þannig að við næðum að sprauta sko meðfram húsinu og alltaf á húsin til þess að reyna að verja þessar þriggja byggingar. En þetta myndbar langar með sínu því sjáu hérna eldinn, sjáu hérna strókin sem kemur hér, hvirfilinn, bara eldhvirfill sem að spýtust upp. Hér rekstrarland, þetta hurðin sem fer beint inn á lagerinn hjá þeim og það bara stendur hér út alveg, enda fór þetta síðan hérna í verslun og þessi gluggar hér sprungu bara út allir í einu með svaka hvelli. Þarna sjáum við að eldurinn aðeins svona að dempast hins vegar þarna hjá Grifli og þar en samt logandi alveg í þakrýminu og þar. Nú svona heldur þetta áfram, við óskum eftir aðstoð, byrjum á því að óska eftir aðstoð frá Reykjavíkurflugvelli og tilgangurinn þar var að fá stóran, öflugan tankbíl og fá froðu og stóran mónitor sem geti slegið á upp á þakinu. Við erum auðvitað sko með ákveðna mónitora, við erum með einn bíl sem með mónitor, mónitor er stór vatnsbyssa, sprautar kannski 3-4 þúsund lítrum. Okkar þessi standandi eitthvað svona kringum 3000 lítra og meðan flugvallabíllinn getur verið að taka sko rúmlega helmingi meira. Og froðumagnið á bílnum sem kemur til okkar einhverju 700 lítrar og meðan við erum með 100 lítra á bílunum hjá okkur. Þetta bara öðruvísi búnaður af því að við erum svona borgarslökkvilið að slökkva í húsum en flugvallaslökkvilið í flugvélum og eld í vökkum. Þannig að við ákveðum að fá þá til okkar og óskum síðan eftir aðstoð frá slökkviliðunum í kringum okkur, ég kem betur inn á það seinna. En ástæðan fyrir því að meðal annars við óskum eftir þessu varðandi flugvallabílinn þessi að við náttúrulega sáum strax að það væri náttúrulega ekki alveg eðlilegt hvernig eldurinn væri hefði dreifst og hversu mikill hann væri og þarna sjáum við þetta bara eins og eldur í vökva. Þetta bara fjörupappir, þetta tjaran og þið sjáu reykinn, þetta bara sót svartur reykur og alveg svakalegur. Þarna horfum við semst inn í fönn og þetta Griffill sem var breytt á þennan máta. Og þetta sjálfsagt þessi svarti mikli reykur, skýringin á því að við erum með hús þarna síðan 60 eitthvað þar sem að menn hafa þurft að laga og bæta og þegar menn breyta þessum húsum eins og Grifli hafa sett svona lag ofan á þannig að þetta bara skíðlogar í rauninu ofan á þakgríminu. Herðu, en þegar að þetta komið svona þá langar mig aðeins að sýna ykkur hérna hvernig við setjum þetta upp. Stöðvarnar okkar hafa númer hver stöð, 300 Skógarhlíðin, 400 Tunguháls og 500 Hafnarfjörður og varðstjórnir hafa þá tveggjastafa númer sem að passar við stöðina og bílarnir þetta allt tengt þannig að við getum fylgst með hvaða bíl hvar og annars líka. Og
Skógarhlíðin sem kemur fyrst keyrir hérna hringinn og er að velta fyrir sig hvar eigum að ráðast á eldinn, hvernig eigum að takast á við þetta, og þeir taka þá ákvörðun að fara hér að framan og reyna að fara hér inn í og reyna að verja þessa byggingar hér. Tunguhálsinn sem kemur næstur, það er ákveðið að þeir fari hérna megin og þeir fari í það að setja upp varnarvegg og reyna að verja Hvítahúsið hérna megin.